Þá ætlum við að renna okkur í fyrsta hlutan úr öðrum kaflanum úr bókinni Eðlisfræði 1, en þessi kafli fjallar hljóð. Hvað hljóð? Jú, hljóð myndast þegar eitthvað fer að titra, eins og til dæmis gítarstrengur. Þegar hann fer að titra, þá fer loftið í kringum hann að titra og það myndast það sem kallað þéttingar og þynningar. Og það samspil þéttinga og þynninga sem myndar hljóðbylgjur sem berast með loftinu í allar áttir. Við skulum sjá hvernig þetta gerist. Hér sjáum við streng sem að gæti verið gítarstrengur, þessi rauði hérna. Og þegar hann fer í þessa átt, þá þjappar hann loftinu saman. Þegar hann fer í áttina tilbaka, þá dregur hann loftið í sundur. Þannig verða til þéttingar og þynningar til skiptis. Og þið sjáuð að hljóðneminn hérna, það er hann sem að nemur hljóðbylgjuna sem er að teiknast hérna upp. Þegar hann er staddur í þéttingu, þá er hann hérna alveg upp í topp. Svo þegar við förum niður aftur og hann er komin í þynningu, það sem er minna af lofti, að þá er hann hérna alveg hérna niðri. Tíðnin, eða það hve margar hljóðbylgjur koma á sekundu, það er það sem tíðni þýðir, breytist eftir því. Nú skulum við heyra aðeins hljóðið. Þetta, þú þurfum að setja það, er mjög skært hljóð, mjög hátt í tónstigum. Ef ég fer dýpri hljóð, þá sjáum við, þá lengist bilið á milli þéttinga og þynninga og bylgjurnar lengjast. Það er ekki hægt að lengja þetta hljóð. Því ef við skoðum uppsetningu hljóðbylgna, að þá er bylgjulengd frá einum bylgjutopp yfir á annan, eða á einum öldudal yfir á annan, eða úr einhverjum ákveðnum stað í bylgju yfir á næsta stað í næstu bylgju. Þegar að passa að við förum ekki hér á milli, við förum hérðan þar sem við erum að koma niður og allaleg þinga þar sem við erum aftur að koma niður. Þetta er ein bylgjulengd. Og eftir því sem að bylgjulengdin er minni, þeim mun fleiri bylgjur komum við fyrir á einhver ákveðnum tíma og þar á leiðandi fáum við hærri tón. Og öfugt, ef að bylgjan er lengri, þá er þetta dýpri tónn og lægri tíðni. Bilið hér upp frá þessum miðskala hér köllum við sveifluvídd, og eftir því sem að sveifluvíddin er meiri, séðu nú minnka ég sveifluvíddina af því ég er að minnka styrkin. Þetta hefur engin áhrif á tónin, þetta hefur áhrif á hve vel eða illa við heyrum hljóðið. Þetta hljóð heyrum við til dæmis eiginlega ekki, en þegar ég hækka þá heyrum við það betur. Þegar að það hafa síðan myndast þéttingar og þynningar með ákveðnu millibili sem að stjórna því hvaða tón við erum að heyra, þá berst þetta til eyrna okkar. Titringurinn hann lendir á hljóðhimnunni sem að leiðir síðan titringin yfir í heyrnarbeinin sem að leiða titringin í gegnum innra eyrað inn í kuðunginn. Þar er vökvi sem leiðir titringin til ákveðina svona bifhára sem að senda boð til heilans hvers konar titringur þetta er, og heilin vinnur síðan úr þessum boðum og býr til úr þessu eitthvað hljóð sem við þekkjum. Hljóð berst vegna þess að titringurinn fer frá einni sameind yfir á aðra. Þess vegna þurfum við eitthvað hljóð bera. Það er ekki þannig að hljóð berist þar sem að það er engin hljóðberi. Til dæmis á tunglinu, þið sjáum að hér er ég búin að taka loftið í burtu. Þá er engin hljóðbylgja, það gerist ekki neitt. Og það er það sem er til dæmis á tunglinu, þar heyrist ekkert hljóð. Hljóðhraði er að alla jafna 340 metrar á sekundu. Hitinn hefur áhrif á hljóðið. En það er ekki þannig að loft sé besti hljóðberinn, því okkur finnist það svolítið því að okkar raddbönd og okkar eyru virka best í lofti. En í raun er það þannig að í vökva, eins og í sjónum, berst hljóð bæði miklu lengra og miklu hraðar heldur en í lofti. Við þurfum ekki annað en að spá í til dæmis hljóðum sem að hvalir senda á milli sín.
þau berast miklu lengra heldur en nokkuð tíman hljóð sem við látum frá okkur. En hljóði berst best í föstu efni, en þá þarf fasta efnið að vera þannig að það geti sveiflast eins og til dæmis í vír. Enda ef við höfum séð teiknimyndir úr Villta vestrinu og það er ekkit grín í sjálfu sér, indjánarnir eða einhverjir sem lestarræningjar voru að bíða eftir lest, að þeir lögðu eyrun á teinana því þeir heyrðu í lestinni með því við teinana löngu áður en heyrðu í henni í gegnum loftið, því að teinarnir báru hljóðið miklu hraðar og miklu lengra heldur en loftið gerir. Tíðni er hve margar hljóðbylgjur mælast á sekundu eða myndast á sekundu, mælt í einingunni hertz, og við heyrum bara ákveðina tíðni sem er það bil frá 20 hertzum upp í 20.000 hertz, og það er í raun og veru ekkert allir sem að sumir eru kannski með örlítið meira en margir eru með minna heyrnarsvið heldur en þetta, og heyrnarsviði hjá okkur minnkar eftir því sem við eldumst. En það eru til dýr eins og ég sýnt bæði sumir fuglar, hundar heyra til dæmis hærri tíðni heldur en við, leðurblökur heyra allt annarri tíðni heldur en við, en hljóð sem eru fyrir neðan heyrnarsviðið okkar köllum við innhljóð, og það sem er fyrir ofan heyrnarsvið okkar köllum við úthljóð, og þetta eru hljóð sem við notum stundum. En þá er þessu lokið.